Billy Elliot fyrst og fremst saga lítinn strák sem auðvitað mætir svona á sér draum og mætir ákveðnu mótlæti við að láta þennan draum vera veruleika. Bara ótrúlega flott saga sem skiptir máli. Þetta þarf að vera brilljant strákur. Þetta þarf að vera strákur sem að þegar fólk kemur á sýninguna að það trúi ekki að þetta sé hægt. Þetta þarf að vera strákur sem geislar af lífsvilja og lífsgleði og langar til þess að standa á sviðinu og dansa og getur sungið eins og engill og leikið eins og vöndurinn. Ekki bara spenntir? Jú, svona, það er skemmtilegt. Ja, jeg skal det. Jo. Okay, kom in. It's always thrilling to do these auditions because you never know who's going to walk through the door, if you're going to find Billy or not. Já, velkomnir. Velkomnir í leikhúsið. Gjörðu svo vel, gangið upp á svið. Heyrðu, ég heiti Bergur Ingvarsson, ég leikstjóri, ég leikstýri Billy Elliot. Hann strákur sem býr í Kólanámaþorpi. Og hann langar að æfa ballett, en pappa hans og bróður hans vilja að hann æfi box og það þykir ekki fínt að hann æfi ballett. Hann þarf að berjast fyrir draumum sínum. Og það leikritið. Og það það sem okkur langar til að sjá núna. Okkur langar til að sjá að þið standið á sviðinu og ykkur langi ótrúlega mikið til þess að dansa og leika Billy Elliot. Leitin að Billy hafin, fyrsti dagur. Og já, við erum bara með alla þessa drengi sem eru tilbúinir að láta draum sinn rætast og leika drengin sem lét draum sinn rætast. Og við erum svona að skoða svolítið svona hvaða langar mikið og þú veist, könnum við aðeins svona hvað þið getið sungið og svo framvegis. Þetta kemur þannig til að Baltasar að vinna bíómynd með rétthöfum verksins þannig að hann nær svona góðu kontakti við þá og fær réttina á verkinu. Stefán Þórarinn. Og það var reyndar auðsett mál þar sem þetta eru samstarfsmenn mínir úr Kontraband og Everest sem ég að gera núna. Síðan fór ég á stúfan og ætlaði að framleiða þetta sjálfur og gera þetta en það frétti bæði miklum áhuga Þjóðleikhússins og Borgarleikhússins sem leituðu til mín og vildi gera þetta með mér og Magnús Geir sýndi þessu feikilegan áhuga og mikla passion þannig að ég ákvað að fara í samstarf við Borgarleikhúsið. Og ég ætla að sýna hvað ég get af því að ég fæ þetta eina tækifæri á stóra sviðinu. Það er náttúrulega eitt af stóru svona spurningamerkjunum þegar maður fer í svona verkefni. Hvort það væri til strákar á þessum aldri með þessa getu. Að geta dansað og sungið. Við erum ekki að tala bara ballett. The left leg's going to come into the right. Heldur deppdans, modern dans og svo syngja erfið lög. Viltu syngja pínlítið fyrir okkur? Gamli Nói að poppa popp. Það er bara ekkert mjög margir leikarar sem geta þetta yfir höfuð. Hvað þá drengir á aldrinum svona 12 ára, 10-12 ára. Þannig að við vissum ekki út í hvað erum að fara. Það var alveg möguleiki að við værum ekkert að finna hann, sko. Þú farið í handalöp? Nei, geta ekki. Ok, getur þú hoppað fyrir mig og slegið hendinni í hælinn? Glæsilegt. Takk fyrir. Þetta er auðvitað lykilatriðið í þessu saman að finna Billy Elliot. Það er svona stóra áskorunin að hann sé bara algjör stjarna. I've been part of Billy Elliot since the very beginning of the musical in London and I've been involved with the search for Billys in quite a few countries, mainly in England. Billy Elliot is about a boy who discovers dance and we want to try and find somebody who can kind of emulate that side of the story. So we're not looking for somebody who walks in who's the finished article, who is actually an incredible ballet dancer. Imagine that you're having a fight. It's very difficult to find boys in England, so I thought it may be difficult to find the boys here in Iceland. Það allt í lagi, það rugglist. Gerið þetta bara í botn, svo þegar þið gerið þetta hérna og eru búin með þetta, þá ætlið að dansa ykkar eigin dans. Again, from the very beginning. 1, 2, ready? 5, 6, 7, 8. We're looking for boys who have potential, boys who have charm, boys who have something about them which you feel you could watch on a stage for 3 hours telling this story. So it's a very special type of boy. The dancing is a big part of that. We're going to drop back on 6. 6!
looking very promising. I'm very relieved. Æðislegt að sjá að þið stóðu ykkur frábærlega. Það er það sem er. Í framhaldinu af þessu, þegar við erum búin að skoða alla strákana, þá förum við og skoðum yfir hverja við viljum fá áfram í ákveðin hlutverk og bæði Billy og önnur hlutverk og köllum þau hingað aftur í leikhúsið næstu helgi þar sem að við látum reyna meira á þau. Nú erum við komin í framhaldspröfur. Við erum búin að boða þá stráka sem komast áfram og það er bara ótrúlega spennandi að sjá hvort við finnum Billy Elliot. It's very nice of you to come back. We're very pleased you're here. This is Dilly. Dilly's from London. We're going to do some ballet with them for the very first time, which will be very interesting for them, just to do some very basic moves. Keep both legs right from now pulled up, so they don't release when you move. They stay pulled up, like you're really sucking up the tube. I'm Elizabeth Greasley. I am the ballet teacher here at the Billy School. I'm a dancer, myself a former dancer. I now teach the Billy Elliots in London as well. For me personally, I can train anyone to be good, but if they haven't got it in their head, in their brain, in their determination, you can't do anything with that. It's like a brick wall, it just comes down. So one goes out, one goes through a port de bras, one goes through a grand plie, and then you use your arm in a port de bras. If it goes wrong, doesn't matter. I'm not particularly looking at the arms, I'm looking at other stuff. Doesn't matter how talented they are, if they haven't got it, that's something for me that you can't break down. You can't teach someone to have passion for something that isn't there. Turn, here. The most important thing is just seeing the little fighter in them. So yeah. Slide, stays. Okay. Við gerum splitt og svona og hún var að íta okkur og svona niður. Svo átti maður alltaf að hafa tærnar svona niður. Taktu allt herbergið í það að segja eitthvað að vera svona? Ég er að skoða leikinn hjá strákunum, hvernig þeir bregðast við hvorum öðrum og hvort þeir í alvörunni séu með vilja sem karakterarnir. Yes, glæsilegt, glæsilegt. Það er þetta sem ég vil fá. Ég er búinn að fara í leiklist, eða leik, og svo á ég eftir að fara í söng. Jóna, 2, 3, Þetta eru duglegir strákar og mjög svona viljugir. Þeir eru búin að undirbúa sig vel og kunna sitt efni mjög vel. Ég er búinn að fara í ballettinn og svo leiklistina. Ég á eftir að fara í sönginn. Og allir, má ég heyra? Það lofar mjög góðu. Það er alveg mjög fín stemming. Þetta er skemmtilegt. Now come on boys, is that the best legs and feet you've got? Yeah, do you understand? Sem sagt á morgun kemur í ljós hvaða 6-8 stráka verða valdir til þess að vera í sumarþjálfun í allt sumar og verða næstu Billy Elliot, einhver af þeim. Looking at the glasses? No, okay. The one in the green and white stripes? Yes, this because of what we saw, but it could be tricky, but yes, it's a nightmare. Að ganga í þennan skóla þýðir ákveðin skuldbinding. Það þýðir að þið verða að hætta í ballroom, verða að hætta í fótbolta, þið verða að hætta öllu öðru af því að það er ekki tími fyrir neitt annað. Þetta verður 5 daga vikunar, fullur skólatími og jafnvel helgar. Þið fáið kennara á heimsmælikvarða. Ég veit að þetta eru stórar ákvarðanir sem þið að taka, en spennandi tíma framöndan. Þá eigum við ekki bara að byrja. Ég heiti Malin og hún er maður Basel.
Ég heiti Baldvin Erland Thorensen. Ég í grunnskólanum í Hveragerði og ég 12 ára. Ég 13 ára í ágúst. Ég heiti Hjörtur Viðar Sigurðarsson og ég 11 ára og ég í smáskóla. Ég heiti Benedikt Gylfason. Ég heiti Rúnar Bjarnason og ég 13 ára og ég í ágústskóla. Ég heiti Sölvi Viggósson Dýrfjörð, ég í grunnskólanum í Þorlákshöfn og ég 12 ára. Það kom okkur kannski mest á óvart hvað þetta var svakalega stórt og mikið batteri og svona mikil skuldbinding. Það var nú kannski svolítið leiðilegt að við erum alltaf að fara til Ítalíu. Mjög svona erfitt að við sem að fara án hans. Sá kvölina sem á völina, sko, og auðvitað sumuleyti erfitt, ef það eru ákveði sem ákveðna skuldbindingar eða ákveði sem hann hafi verið að taka þátt í sem hann væntanlega verður að sleppa á. En þetta er auðvitað bara val, þetta er auðvitað frábært tækifæri og eitthvað sem þeir munu búa það sem eftir er. Það er svona pínu skeri í að vera, þau veit ekki, að fara í alltaf þessa skuldbindingu allt sumar og vita svo ekki hvernig það endar í ágúst. En bara náttúrulega brjálæðislega flott reynsla og það sem þeir fá að læra í sumar og þetta er svolítið svona eins og að vinna í lottóinu. Sko, Rúnar var búinn að ákveða að hætta að dansa söngvarsdansar í bili. Það var ekkert svo mikið sjokk að þurfa að sleppa dansinum. Það var búinn hvort þeir ákveða það. Og það var ekki búið að ákveða neitt sumarfrí eða neitt svoleiðis, þannig að þetta var bara spennandi. Hann þurfti að hætta í körfubolta og svo var hann líka búinn að skrá sig á námskeið í fiðlunni og svona ýmislegt sem var á döfinni og náttúrulega dansinn líka. Hann er náttúrulega búinn að vera að æfa samkvæmisdansa. Þannig að þetta er náttúrulega svolítið mikið starra en það. Þannig að það er bara spenningur fyrir sumarið framöndan. Í raun og veru fyrst er þessi skóli bara rosalegt tækifæri. Og ef hann kemst ekki áfram og þá bara heldur hann áfram í samkvæmisdansanum og styrkir hann þar og ef hann kemst áfram, jú, mjög gaman en það líka eru aðra formir sem virkja því líka þannig að en það er ekkert mál, það er tekið á því en nei, ég verðum bara afskaplega róleg. Strákarnir séu bara ólmir að komast á stað, þannig að við langar bara að setja þennan skóla formlega og bara hlakka til. I need to start teaching you some tap vocabulary, okay? My name is Chantel Carey. I'm a performer / choreographer. So, if you lift up your knee, everything comes from the knee. So we started the day with tap, and some of them picked it up, obviously quicker than others would. Some had great timing, but what I really liked was their enthusiasm to learn and their commitment to the work. And hopefully that will progress throughout the period of time that we're here. The tap is completely new for them, so that's what I'm going to be spending a lot of time with the boys doing. A lot of tap, a lot of contemporary, a bit of street dance, some jazz, just to give them a well-rounded balance of training to prepare them for rehearsals. And just give them the confidence they need. Obviously the training doesn't stop here after the summer school. They need to then continue and progress right the way up and into rehearsals and then all the way through the production. So this will put them in good stead, I think, to get their minds, their bodies prepared for the amount of physical and strenuous work that it is to be a dancer and a performer doing this amount of shows. Good, and release. It's been a nice, easy day. I've just been kind of getting them all settled in, getting them understanding what I need from them, what is required, what they're going to be expected to do at the end, and we will progress and I will get increasingly harder as the time gets on. Every time. Every time. Not. Unfortunately, in Iceland here, they haven't got as much training. There's not much available to them when they're young, so it's all new challenges. And I think that just the way of training is slightly different here. So I hope I don't scare them too much, because obviously in London we're all
a little bit more hardcore, a little bit more cutthroat. So I'm kind of gently easing them into my way of training. But if you want the best, they've got to be the best. So they have got to be prepared to be pushed to their absolute maximum. It's going to be really amazing to see the little kids grow and go, oh my goodness, I'm suddenly able to do stuff that I never thought was possible. But it is going to be a very tough journey. Ég heiti Agnar Már Magnússon, ég tónlistarstjóri í Billy Elliot. Við erum svona byrjunarreit þannig, við erum svona aðeins að komast í gang með þetta. Það er verið að kenna þeim svona einhver grunnatriði í tækni. Ég heiti Guðlaug Dröfn Ólafsdóttir og mitt hlutverk að þjálfa strákana í söng. Þeir eru allir einhvern veginn þannig að þeir geta þetta, þeir hafa mismikið fyrir því og sumir eru svona með hljómmeiri raddir en aðrir. Það þurfa að vera söngvarar og Billy þarf að geta sungið og helst vel. Ekki hlátur þinn. Það þarf að þjálfa eyrað náttúrulega upp en líka að hafa tæknilegt vald bara gríðarlega mikilvægt. They had no tap training whatsoever, very little ballet experience, and very little dance experience in general, to be honest, except for Latin, which, whilst it's wonderful and it's got its place, has nothing to do with Billy Elliot and actually just gets in the way of anything that's constructive for this show. And so we've been working basically from scratch on all of these different genres of dance. Gaman að læra þetta. Já, kennararnir reyna kannski smá mikið á okkur en þeir vilja bara framför, sko. Smá? Ég heiti Katrín Johnson og ég ballettkennari hérna í Billy-skólanum. Maður þarf að taka svona hröðu útgáfuna með þá og sem kannski, þau veist, náttúrulega bara frekar óeðlileg ballettkennsla þannig séð að það svona meira að þeir geti hreyft sig og gert alls konar og kunna alls konar spor, þetta séu kannski ekkert fullkomið. Það sé minna mál. Auðvitað vil ég þau séu velgerð og ég reyni mitt besta til þess að koma þeim þangað. Við erum að strekka aðra tíma, stekka restinni, ekki barnafót. Ballett erfiðara en það sýnist og það já, eins og ég segi, öðruvísi en allt sem ég geri. Ég hélt að þetta var bara léttast íþróttin í heiminum. En svo maður bara, nei, þú þarfst að gera þetta. Það fárulega mitt. Það þarf svona alltaf að strekka alla vöðva og tekur á, sko. Longer. Now, find your posture a little bit more, please, and squeeze the turn out a little bit more. Já, það mjög gaman í ballett og mjög erfitt. Það bara rosa mikið einhverju teygjum og styrktaræfingum og eitthvað, þú veist, mjög erfitt. Push, tongue tube close, again. Push, good boy, lovely, to the side. Push. Já, ég heiti Þórir Arnar Garðarsson og er að kenna drengjunum fimleika í Billy Elliot skólanum. Þegar þeir komu í júní þá byrjuðu fyrstu tímanir að bara hvernig að standa, hvernig að beygja sig, hvernig að beygja sig í kolli, standa upp og halda líkamanum saman. Hvernig að teygja hendur niður í gólf til að standa á höndum og gera handalöp. Það gekk bara ágætlega, sérstaklega fyrir strákar sem hafa aldrei æft íþróttir fyrir efrisvakkinn. Þannig að fætun var ágætir en efriskrókur er náttúrulega engan veginn tilbúin fyrir þessi högg sem er að gera að lenda höndunum í flikki og þess háttar. Í Bretlandi þá fekk ég að sjá að þeir voru að gera arabaflikk. Gera þá hörðu gólfi, tengja þess að arabastökk og hellistökk saman, ekkert mál fyrir þá. Hérna er með sömu kröfur, minni tíma, sérstaklega með skoðun líkamann að þeir koma alltaf sem dansarar en ekki sem margra ára íþróttamenn í toppformi fyrir svona átök. Við erum mjög oft þreyttir. Já, eiginlega alltaf. Já. Maður svolítið þreyttur eftir svona dag. Og svo búast kennararnir alveg við því að maður getur gert heimavinnuna sína og allt. Stundum kemur maður heim og maður vill bara leggjast niður og fara að sofa.
Það voru kannski fyrstu 3 dagarnir, en núna þetta orðið meira svona við viljum gera þetta, við viljum vera betri og það eitthvað sem við ætlum að gera. Þú ferð að hugsa það og spyrðu bara kennarann hvað getur gert heima og ferð bara með eitthvað heim til að gera. Þú búin með svo mikinn árangur enda og búin að æfa frá 9 mótnana til 5:30, hálf 6 á daginn. Og ástundu farið heim og æft sig sjálfur og styrkt sig, það er frábært. En líka við gaf tíma fram í mars að ná þessu. Þannig við höfum þó nokkra mánuði sem er ágætt. Og það bara held ég að takist eða þeir duglegar að æfa núna í vetur. Well, I probably don't tell them as much as I should, but I am massively impressed with their progress. What I've asked of them is tremendously hard, as well as the technicality of the steps. I've also asked them to emote and give expression as performers, which to ask of 11, 12, 13-year-old boys is really hard. Þeir hafa þroskast gegnum þær æfingar sem þeir hafa farið að gera, þá hafa þeir þroskast andlega og þeir eru farnir að læra á einmitt útgeisluna sína, farnir að læra á það sem maður kallar svona opnun. Vöðvarnir eru búin að breytast geðveikt mikið. Það bara mikil framför í öllu steppinu, ballettinu, jazzinu, bara. Síðan við komum fyrst í einhverjar pröfur á sunnudeginum og laugardeginum, þá var eitthvað svona... Og mánudeginum. Já, mánudeginum. They're starting to move now like real dancers. They're starting to achieve things which we never thought would be possible, and that's a real credit to them because they've worked so hard, and it's a real credit to the teachers who've been working so hard with them here at the City Theatre in Reykjavik. Í dag erum við að koma foreldrarnir og aðstandendur og ættingjar og við í húsinu og svona höldum litla uppskjöruhátíð með strákunum. Today's a very exciting day because we've gathered all the teachers together and they are with the boys. They're presenting all of the work they've been doing for the last 3 months. Frá því 9 í morgun og þangað til þetta show and tell. Þá erum við, ég og Lí, að skoða hvernig þeir bera sig, hvaða árangri þeir hafa náð, með líka tilliti til hlutverksins, passa þeir inn í þennan litla strák úr Kólanumubænum. You can tell they're nervous. Of course they are. They know what's coming now. They know that some of them will make it, some of them won't. But I really couldn't have asked more of them. Það bara kannski svona 70% af deginum ég bara að hugsa Billy og alltaf þegar ég fer að sofa þá fer ég að gera eitthvað ballettót og strekka lappirnar og eitthvað. Draumur minn að vera Billy núna og það væri bara frábært og það bara þessi draumur minn. They've been working very, very hard over the last 3 months with lots of different teachers, and today is the big day when they're showing us all of that work, a culmination of all that work. And at the end of today, we will be choosing the boys who will be playing Billy based on what we've seen today. Mér langar rosalega mikið að vera Billy Elliot. Það bara ekki hægt að lýsa því. Það mjög spennandi og ég hef aldrei leikið í svona stóru hlutverki fyrr. Við þurfum ekki að áhyggjur af Billy, það alveg algjörlega á hreinu. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Við erum búin að hver af þessum 6 gæti verið Billy og við gætum gert brilliant sýningu sem við ætlum að gera. The final decision will be very, very difficult to make. It always is on this show. It's a very difficult decision because the boys, they've all worked so hard and they're so talented. It is sometimes just a case of height or their age or whatever else. Jú, þetta verður maður svekktur en þetta líka bara góð reynsla og allt það. Maður verður náttúrulega svolítið sár ef maður kemst ekki inn, en þetta bara svo mikil reynsla að fá að vera með. Það mjög gott að vera komin svo langt, mér finnst það bara. Og ég fæ bara þessa kennslu og þá örugglega kannski einhvern tíma seinna þá kannski Bergur eða eitthvað leikstjóri í einhverju öðru leikriti og hugsa bara, já, þess. Verið velkomin, gaman að sjá ykkur á þessa litlu uppskjöruhátíð eftir sumarið. Við ætlum að hafa þetta bara svona frekar óformlegt og
skemmt okkur með strákunum. Allt sem best að koma sér beint að efninu. Þú ert einn af Billy Elliot.